Okkar að tala að sigurinn nærir, ætti ekki segja að þessi sigur hafi nært ykkur að einhverju leyti? Jú, hann gerir það. Þú veist, það skemmtilega að vinna fótboltaleiki en tapa þeim, það alveg ljóst og kannski bara líka, þú veist, dýrmætt fyrir liðið að fá enn og aftur staðfestingu á því að þú veist að þegar þú hættir ekki, þú veist, þegar þú heldur áfram að berja hörðina í 90 pluss mínútur, þú veist að þá áttu möguleika á að uppskera. Þú veist, og þannig að þetta bara, þú veist, frábær tilfinning og að mér fannst frábær frammistaða, þannig að ég mjög sáttur. Talar þennan seglu og því að ná í ótrúlega mörg stig eftir að hafa lent undir og oft seint í leikjunum í sumar. Já, það hefur einhvern veginn verið karakteringin þessa liðs, þú veist, að mönnum ekki sama og menn einhvern veginn, þú veist, hætta aldrei og svo auðvitað lendum við í því að svona útlaga frammistöðu síðustu 20 mínútur móti Val þar sem við bara leggjum niður störf, hættum og þú veist, og maður vonaðist til að það væri undantekningin sem sannaði regluna og allavega í dag, þú veist, þá var ekki hægt að segja annað en að við héldum áfram þangað til að flauta var og þú veist, bara gleðilegt að uppskera í svona takt við frammistöðuna sem mér fannst vera mjög góð. Mér fannst við vera með miklu yfirbyrði þetta leikinn og er glaður að það hefur skilið sér í 3 stigum. Yfirbyrðin kannski snýrist í því að þið voru náttúrulega töluvert meira með boltann, 80% með boltann í fyrra hálfleik en þessi vörn hjá FH myndi bara okkar króatíska 5-1 handboltavörn þar sem að Björn Daníel var að stýra hvert í færuð. Í hálfleik þá kannski sá maður ekki að þið var að fara að skora 3 mörk en þannig fór samt. Nei, já, mér fannst nú sko þú veist, þeir voru þéttir og auðvitað, þú veist, þetta eru sterkir varnarmenn fyrir miðju varnarinnar og Birgir Valur og Arngrímur Bjartur eru þú veist, líka ekkert litlir, þannig að þú veist, þeir voru með 5 kröftu og öfluga varnarmenn, það var svo sem ekkert auðvelt að brjóta á baka aftur. Mér fannst við hins vegar í fyrra hálfleik komast í hellinga góðum stöðum, mér fannst við ná að opna þá en svo einhvern veginn vantaði svona herslumuninn að það skilaði sér í kannski almennilegum færum eða skotum á mark. Þannig að í hálfleik fannst mér einhvern veginn ekkert annað í stöðun heldur að gera hlutin aðeins hraðar. Þú veist, að vera eilítið vandurkari á síðasta þriðjung. Vegna þess að, þú veist, þér líður ágætlega þegar þú ert búin að þegar þú upplifir það, þú veist, við getum komist ágætlega oft upp á síðasta þriðjung, upp að tegnum, þú veist, svo er það bara spurning hversu góðar ákvarðanir tekur þú ert komið þangað og við erum með fína, góða fótboltamenn sem að, þú veist, geta alveg tekið mjög góðar ákvarðanir boltan og erum með gæði, þannig að, þú veist, ég var ekkert sérstaklega stressaður yfir því, það finnst verið verra ef við bara verið að spila hérna, þú veist, láta bolta ganga í öftustu línu og aldrei náða að komast á bakvið þá. En hins vegar skal ég alveg viðurkenna það, þú veist, þeir kom okkur óvart með 5-mannavörninni, þannig að það tók okkur smá tíma og svona einhvern veginn að fatta hvernig þú spilar á móti Vestra þegar þið mættum með hana, en þú veist, ég ætla samt að segja bara mjög flott frammistaða vegna þess að móti liðin sem líka lágt, þá er þetta ekki alltaf spurning að skapa sér 10 færi á fyrstu 20 eða 30 eða 40 mínútum, þetta snýst bara drópin hól á steini og það er þreytandi að liggja í lágblokk. Það eru mikil hlaup og við náðum að færa boltan ágætlega stundum fannst við sendingar ekki nógu fastar, þannig að við þurftum einhvern veginn ekki að hafa nógu mikið fyrir þessu. En þú veist, það er bara flott frammistaða. Eftir á hreinskilunlokin, hvernig var vikan eftir þetta tap á móti Val og heldur á það vikan sem framöndan verða aðeins léttari? Já, það er auðvitað, þú veist, það að tapa 6-1 fyrir Val og það að tapa með þeim hætti, þar sem að fyrstu 70 mínúturnar, þá horfum maður á leikinn og þessu upplifunum var bara, þú veist, við erum inn í þessu leik, við erum 1 mark og þá getum við bara, þú veist, að komum við tilbaka, skoraði 4. markið og þá hættum við og það var mjög óþægileg tilfinning, þú veist, það var alveg vanlíðan. Maður svaf ekki sérstaklega vel 2-3 nætur eftir þetta en þú veist, það er samt mikilvægt að þú veist að maður verður einhvern veginn að bara kunna að þjást, þú veist, það er alltaf í lagi að þjást, það er alltaf í lagi að líða illa og getur ekki látið það einhvern veginn stjórna deginum þínu, þú veist, svo bara kemur bara
þriðjudagurinn og þá bara 100 verkefni og svo bara þegar maður að horfa á þriðja flokk spila á móti Víking og Sundur spila þá og þá einhvern veginn, það gefur jafn mikið og svo 2 við setja fyrir 5. flokkurinn og Sundur spila Víking skilur, þannig að KR svo margt annað heldur en bara meistaraflokkurinn, þannig að þú getur ekki einhvern veginn látið að sveiflast bara eftir, látið geðið sveiflast eftir eingöngu hvernig fer ég á meistaraflokknum vegna þess að það eru 800 iðkendur sem við erum að fylgjast með og þá einhver skipta hennar máli hvort það meistaraflokkur eða 5. flokkur eða 6. flokkur eða 7. flokkur sem að gera góða hluti og að gera hlutina á þann hátt sem við viljum gera þá gleður það þannig að ég átti frábæra viku ég læt ekki valsleiki skilgreina mig þó ég hafi þurft að þjást innra með mér mjög. Þú segir betur í kvöld. Ég geri það verður, og ég ætla ekki að ljúga því, það verður augljóst léttari stemming í Frostaskjólinu í fyrramálið heldur en var á þriðjudaginn í síðustu viku.